Hér var það hún Elísabet Líf Sigvaldardóttir og Hildur frá Feti lá hjá þeim. Það lá ekki þannig að það engin tími en þær eiga ennþá annan besta tíman sem var 7:76. Þá það Eivör Vaka Guðmundsdóttir og Höfði frá Bakkakoti. Gjörðu svo vel Eivör Vaka og Svala Björk að vera tilbúin. Þetta var hún Eivör Vaka Guðmundsdóttir og Höfði frá Bakkakoti lá hjá þeim. Það lá ekki þannig að það ekki tími en þau eiga tíma 9,16 síðan fyrir fyrri sprett. En þá það hún Svala Björk Hlynsdóttir og Þóra Dís frá Auðsóldsjálegu og Þórhildur Lotta að vera tilbúin. Hér fóru þær Svala Björk og Þóra Dís lá hjá þeim. Það lá og tíminn 8,80. Það heilmikil bæting. Við vorum með 37 áðan. Og þá það Þórhildur Lotta Kjartansdóttir og Þjálfi frá Búð og Ylva Sól að vera tilbúin. Þetta var hún Þórhildur Lotta og Þjálfi frá Búð lá hjá þeim. Það lá ekki. Ég ætla að tilkynna það verður hér 10 mínútna seinkun og við byrjum á A-úrslitum í gæðingaflokki barna þannig að við hefjum dagskrá hér 10:40. 10:40 af því að verðlaunaafhendingin fer fram hér beint á þegar þau hafa lokið. Þannig að við náum þessu 10:40. Þá það Ylva Sól Agnarsdóttir og Vissa frá Lambanesi og Magdalena að vera tilbúin. Þetta var hún Ylva Sól Agnarsdóttir og Vissa frá Lambanesi lá hjá þeim. Það lá og tíminn 9,10. Þá það Magdalena Ísolt Andradóttir og Gloría frá Hafnarfirði og Ögn að vera tilbúin.
Þetta var hún Magdalena Ísold og Gloría, lá hjá þeim. Það lá ekki, þannig að það er ekki tími. Þá má Ögn H. Kristín Guðmundsdóttir og Dimma frá Syðri Reykjum 3 koma í braut og Aron de Roy að vera tilbúinn. Þetta voru þær Ögn H. Kristín og Dimma, lá hjá þeim. Það lá ekki, þannig að það er ekki tími, en þær eiga tíman 8:51. Þá má Aron de Roy Guðmundsson og Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu 2 ríða í braut og Hákon Þór að vera tilbúinn. Minni á, við erum í 10 mínútna seinkun. Þetta voru þeir Aron de Roy og Kjarkur, lá hjá þeim. Það lá og tíminn er 7,75 og það er annar besti tíminn hingað til. Þá er það Hákon Þór Kristinsson og Stanley frá Hlemmiskeiði 3 og síðasti knappinn hann Haukur Orri að vera tilbúinn. Ítrekka það, við erum í 10 mínútna seinkun, hefjum A-úrslit í barnaflokki gæðinga 10:40. Þetta voru þeir Hákon Þór og Stanley, lá hjá þeim. Það lá og tíminn er 8,10, það er bæting. Þeir voru með 8,31 í fyrirspretti, vel gert. Þá má Haukur Orri og Gosi, síðasti knappinn okkar, og við vindum okkur svo beint í verðlaunaafhendinguna hér þegar að hans spretti er lokið, en það eru Haukur Orri Bergmann Heiðarsson og Gosi frá Staðartungu. Gjörðu svo vel. Og þetta var síðasti knappinn okkar hér í þessu 100 metra flugskeiði unglinga Íslandsmeistara, hér haldið í Sörla. Og það lá ekki hjá þeim og þá er engin tími. Og eins og áður sagði þá förum við beint í verðlaunaafhendingu.
Og við erum að fara hér í verðlaunaafhendingu í 100 metra flugskeiði barna og unglinga, eða í unglingaflokki. Nú til að veita verðlaunin hér eru það þeir formaður Sörla, hann Atli Már Ingólfsson, og honum til aðstoðar er Ólafur Gunnarsson, gjaldkeri LH. Þá fór þetta svona í Jæja, þá vindum við okkur í þessi úrslit. Í 7. sæti með tíman 8,02 er Kristín Eir Hauksdóttir Hólage og Þórfinnur frá Skáney. Í 5. sæti með tíman 7,84 er Ásta Hólmfríður Ríkarsdóttir og Sæla frá Hemlu 2. Í 4. sæti með tíman 7,83 er Lilja Rún Sigurjónsdóttir og Heiða frá Skák. Í 3. sæti með tíman 7,76 er Elísabet Líf Sigvaldadóttir og Hildur frá Feti. Í öðru sæti með tíman 7,75 er Arondi Rói Guðmundsson og Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu 2. Íslandsmeistari í 100 metra flugskeiði unglinga er Dagur Sigurðarsson og tromma frá Skúfslæk með tíman 7,39. Innilega til hamingju. Og eins og áður sagði þá erum við með Atla Már Ingólfsson, formann Sörla, Ólafur Gunnarsson, gjaldkeri LH og framkvæmdastjóri Íslandsmót barna, hún Katla Sif. Snorradóttir er hérna þeim til aðstoðar.
Já, það held ég innilega til hamingju. Hér vorum við að klára verðlaunaafhendingu í 100 metra flugskeiði. Íslandsmeistarinn Dagur og tromma, annarsætið Aron og hann Kjarkur. Nú við erum að fara hér í A-úrslit í barnaflokki gæðinga. Við þurfum hér nokkrar mínútur í að undirbúa völlinn og ég ætla að biðja alla knapa. Nú þurfum þið svona að fara að koma inn á uppbytunarhringinn og fá merkin ykkar ef þið eru ekki búin að því. Og dómararnir sem er að dæma hér í dag í þessum gæðingaflokki er fyrst Aron Ólafur Árnason, þá er það Snorri Dahl, Pía Andersson, hún er 3., Orri Arnarsson er 4. og Þórir Örn Gretarsson er sá 5. og hann er jafnframt yfirdómari í gæðingakeppninni.
zero long ones. The maximum length is 20 meters. And I have 4 cameras in repair shop. Like 4 of these. They all break. They like all the time. They like accumulated over the year. So I only have actually 2 of these fully operational. Yes? Heyrðu, hér hefur einhver lagt bíl og lokað annan bíl inni sem að reyna að fara. Þetta Kia hvít KD VAF 24. Þannig að þú lokar, þið til bara að stökkva og færa bílinn 1, 2 og 3 því að hann lokar annan bíl inni. Það eru 4 mínútur í að við hefjum dagskrá. Við erum að fara í, eins og áður sagði, í A-úrslit í barnaflokki gæðinga. Og þar eiga að koma inn Gabriela Máney og Bjartur, Sigríður Elva og Muni, Helgi Hrafn og Elsa, Bríanna og Magni, Svandís og Nína, Aron Einar og Kræin, Svala Björk og Eindís og Viktoria Huld og Þinur. Þetta eru 8 knappar sem koma hér í þessi A-úrslit og þau eru riðin á þennan hátt. Þau ríða sem sagt tölt eða brokk upp á báðar hendur og svo það 2 stökksprettir. Svo hefst eins og þið vitið einkunnalestur sem hellingur eftir. Þá fá þau líka einkunn fyrir stjórnun og ásetu. Þannig að við þurfum að fara í hellingslestur. Hvítur Nissan sem lokar þennan bíl inni. Nú man ég ekkert hvað númerið var. KD VAF 25 eða 4. Hvítur Nissan. Hann lokar annan bíl inni. Þannig að ef þið þekki bílinn eða eigið bílinn eða þekki þann sem á bílinn þið til að koma þessum skilaboðum áleiðis. Þá ætla ég að fá staðfestingu frá dómurum. Ekki allt tilbúið hjá ykkur til að byrja? Allt klappað og klárt. Þá ætla ég að byrja að kalla inn knappana. Jep, vindum okkur í þetta. Fyrst inn það hún Gabriela Máney Gunnarsdóttir. Sýnir okkur hann Bjart frá Hlemmiskeiði 3, hann 11 vetra móalóttur. Faðir Hrannar frá Flugumýri 2 og móðir Dagbjört frá Hlemmiskeiði 3. Gabriela keppi fyrir hönd Sleipnis og hún merkt með rauðu. Á eftir henni kemur Sigríður Elva Elvasdóttir og Muni frá Syðra Skörðugili. Hann 12 vetra brúnn, faðir Konsert frá Korpu og móðir Mön frá Lækjarmóti.
Sigríður Elva keppir fyrir hönd Skagfirðings og hún merkt með gulu. Á eftir henni það Helgi Hrafn Sigvaldason og Elsa frá Skóskoti, hún 11 vetra rauð stjörnótt, faðir Straumur frá Feti og móðir Hula frá Hamarendum. Helgi Hrafn keppir fyrir hönd Geysis og hann merktur með grænu. Á eftir honum kemur Bríana Heven Brynjarsdóttir, sýnir Magna frá Kaldbak 15 vetra rauðan, faðir Mídas frá Kaldbak og móðir Himnasending frá Kaldbak. Hún keppir fyrir hönd Harðar og hún merkt með bláu. Á eftir henni það Svandís Svava Halldórsdóttir og Nína frá Áslandi 14 vetra brún, faðir Sveipur frá Miðhópi og móðir Apríl frá Ytri Skjaldarvík. Og hún keppir fyrir hönd Borgfirðings og hún merkt með hvítu. Þá það Aron Einar Ólafsson og Kraginn frá Firði 7 vetra rauður, faðir Skaginn frá Skipaskaga og móðir Kristín frá Firði. Hann keppir fyrir hönd Geysis og hann merktur með svörtu. Önnurinn í þessi úrslit hún Svala Björk Lindsdóttir, sýnir okkur Eindísi frá Auðsholtshjálegu, hún 10 vetra brún, faðir Sproti frá Enni og móðir Terna frá Auðsholtshjálegu. Hún keppir fyrir hönd Sleipnis og hún merkt með bleiku. Efstinn Viktoría Huld Hannesdóttir og Þinur frá Enni, 13 vetra brún, faðir Eldur frá Torfunesi og móðir Sending frá Enni. Viktoría keppir fyrir hönd Geysis og hún merkt með appelsínugulu. Og þau öll komin í braut, verði velkomin, þið sýnið tölt, gjörði svo vel. Já, og þá megið þið hæja niður og þið, já, þetta glæsilegt, það má sko vel klappa fyrir þessu og þið snúið við og við skulum aðeins laga bilin, krakkar, það svo gott að laga bilin og þetta, þið megið að sjálfsögðu sína tölt og eða brokk, þið vitið það, en við skulum laga bilin vel að því að þið ætlið að snúa öll við, en þið eru svo mörg, svona, má ég sjá. Og þá megið þið fara af stað, það tölt og eða brokk upp á hægri hönd, gjörði svo vel. Og þetta frábært, þið megið hæja niður. Vel gert. Nú á meðan að ég les upp einkunnir fyrir tölt eða brokk, þá ætlið þið að safna ykkur saman. Þau ætla að hleypa sem sagt brekkumegin, það eru 2 sprettir og Anna Björk ætlar að vera hjá ykkur krakkar. Og við þurfum að fara hérna í svakalegan einkunnalestur fyrst, þannig að þið bara
safnið ykkur þarna saman og undirbúið ykkur, en ég ætla fyrst að lesa upp einkunnir fyrir tölt og eða brokk. Nú fyrir Gabríelu og Bjart eru 8,6, 8,50, 8,60, 8,70 og 8,60, það gerir 8,60. Fyrir Sigríði og Muna eru 8,30, 8,50, 8,50, 8,50 og 8,60, það gerir 8,48. Fyrir Helga Hrafn og Elsu 8,30, 8,30, 8,40, 8,40 og 8,30, það gerir 8,34. Fyrir Bríönu og Magna 8,40, 8,50, 8,70, 8,60 og 8,70, það gerir 8,58. Fyrir Svandísi og Nínu 8,50, 8,40, 8,60, 8,50 og 8,50, það gerir 8,50. Fyrir Aron Einar og Kragan eru 8,60, 8,40, 8,50, 8,60 og 8,60, 8,50 afsakið, það gerir 8,52. Þá það Svala Björk og Eindís 8,60, 8,60, 8,30, 8,60 og 8,60, það gerir 8,54. Og fyrir Viktoríu Huld og Þinn eru 8,80, 8,80, 8,80, 8,90 og 9,0, það gerir 8,86. Þá það fyrir stjórnun og ásetu fyrir Brokk og Tölt. Það fyrir Gabríelu og Bjart, það eru 8,80 í meðalengun. Fyrir Sigríði og Muna eru 8,58. Fyrir Helga Hrafn og Elsu 8,56. Fyrir Bríönu og Magna 8,70. Fyrir Svandísi og Nínu 8,60. Fyrir Aron Einar og Kragan 8,68. Fyrir Svölu og Eindísi eru 8,60. Og fyrir Viktoríu Huld og Þinn eru 9,02. Það enga smá tölur, en þá erum við að fara að vinda okkur í stökkið og það fyrst Gabríela sem ætlar að leggja af stað. Vertu velkomin Gabríela og Bjartur og Sigríður, þú verður tilbúin. Glæsilegt og þá má Sigríður Elva og Muni fara af stað og Helgi Hrafn, þú verður tilbúin. Glæsilegt og þá má Helgi Hrafn og Elsa fara af stað og Bríana verður tilbúin. Glæsilegt, þá má Bríana og Magni leggja af stað og Svandís að vera tilbúin.
Já, þetta var glæsilegt. Þá var það Svandís og Nína og Aron Einar að vera tilbúin. Já, glæsilegt. Þá var það Aron Einar og Svala Björk að vera tilbúin. Já, glæsilegt. Þá var það Svala Björk og Viktoría að vera tilbúin. Já, glæsilegt og þá er það Viktoría Huld, gjörðu svo vel. Já, glæsilegt, þá hafa allir knappar lokið sínum fyrir stökkspretti og þá megið þið vinda ykkur í næsta sprett. Það er hún Gabriela Máney og Bjartur, gjörðu svo vel. Já, og þá er það Sigríður Elva og Muni, gjörðu svo vel. Já, glæsilegt, þá er það Helgi Hrafn og Bríana að vera tilbúin. Já, glæsilegt og þá er það Bríana næst og Svandís að vera tilbúin. Já, glæsilegt og þá er það Svandís Svava og Aron Einar að vera tilbúin.
Já, glæsilegt. Þá það Aron Einar og Svala að vera tilbúin. Við erum í 10 mínútna senkun, þið vitið bara af því öll. Já, þetta hann Aron Einar og þá það Svala Björk, gjörðu svo vel. Og síðasti knappinn, það hún Viktoría og Þinur, gjörðu svo vel. Já, glæsilegt, þá hafa þau öll lokið sínum seinni stökkspretti og ég held að það sé sko í góðu lagi að klappa fyrir þeim. Nú, þið skuli bara hinkra held ég þarna krakkar, þið þurfum kannski að feta aðeins að dómarunum bara, nær dómarunum, þau koma og kíkja á okkur þegar þau eru búin að gefa einkunnir og svoleiðis. En við núna lesum upp einkunnir fyrir stökk og svo einnig fyrir stjórnun og ásetu fyrir stökk. Þannig að við ætlum að hinkra eftir þeim tölum og við erum svo að fara beint í A-úrslit í úlingaflokki gæðinga þegar að þessari verðlaunaafhendingu lokið. En eins og áður sagði þá erum við í augnablikssenkun. Ég ætla að reyna að gera mitt besta að vinna hana upp en mér sýnist ég ekki ná meira en 10 mínútum. Við sjáum hvað við getum. Og hér eru komnar einkunnir fyrir Gabrielu og Bjart, það eru 8,70, 9,0, 8,60, 8,80 og 8,60, það gerir 8,74. Fyrir Sigríði og Muna eru 8,50, 8,60, 8,50, 8,60 og 8,70, það gerir 8,58. Fyrir Helga Hrafn og Elsu 8,40, 8,50, 8,40, 8,50 og 8,40, það gerir 8,44. Fyrir Bríunu og Magna eru 8,60, 8,50, 8,80, 8,70 og 8,70. Það gerir 8,66. Fyrir Svandísi og Nínu eru 5,0, 5,0, 8,60, 8,30 og 8,0. Það gerir 6,98. Fyrir Aron Einar og Kragan 8,70, 8,60, 8,50, 8,70 og 8,70. Það gerir 8,64. Fyrir Svölu og Eindísi eru 8,40, 8,50, 8,40, 8,40 og 8,60, það gerir 8,46. Og fyrir Viktoríu Huld og Þinn eru 8,70, 8,80, 8,80, 8,70 og 8,80, það gerir 8,76. Þá það fyrir stjórnun og ásetu fyrir Gabrielu og Bjart, það eru 8,98, fyrir Sigríði og Muna, það eru 8,74, fyrir Helga Hrafn og Elsu eru 8,56, fyrir Bríunu og Magna 8,62, fyrir Svandísi og Nínu 6,96 og fyrir Aron Einar og Kragan 8,76, fyrir Svölu og Eindísi 8,54 og fyrir Viktoríu Huld og Þinn eru 8,88. Þá niðurstaðan komin hér til að
veita þessi velun eins og áður formaður Sörla, Atli Már Ingólfsson, honum til aðstoðar er Ólafur Gunnarsson, gjaldkeri LH og framkvæmdastjóri Íslandsmót barna og unglinga, hún Katla Sif Snorradóttir. Þá staðan þannig, í 8. sæti með einkunnina 7,76 er Svandís Svava Helga Halldórsdóttir og Nína frá Áslandi. Í 7. sæti með einkunnina 8,47 er Helgi Hrafn Sigvaldason og Elsa frá Skógskoti. Í 7. sæti með einkunnina 8,54 er Svala Björk Lindsdóttir og Eindís frá Auðsholtshjáleigu. Í 5. sæti með einkunnina 8,60 er Sigríður Elva Elvarsdóttir og Muni frá Syðra Skörðugili. Í 4. sæti með einkunnina 8,64 er Bríana Heven Brynjarsdóttir og Magni frá Kaldbak. Í 3. sæti með einkunnina 8,65 er Aron Einar Ólafsson og Kraginn frá Firði. Í öðru sæti með einkunnina 8,78 er sigurvegari B úrslitana hér í gær, hún Gabriela Máni Gunnarsdóttir og Bjartur frá Hlemmiskeiði 3. Þetta segir okkur það að Íslandsmeistarinn og sigurvegarinn hér í barnaflokki gæðinga er Viktoría Huld Hannesdóttir og Þinur frá Enni með einkunnina 8,88. Innilega til hamingju. Og við erum svo að fara beint í A-úrslit í unglingaflokki gæðinga að þessari veluna afhendingu lokinni. Það held ég glæsilegur hópur og ég þekki mitt fólk, við erum rétt að sjá þau hér í fyrsta skiptið, eða ekki fyrstu skiptið, þau ég eftir að láta sjá sig oftar á næstu mótum. Þessi krakkar, engar smá tölur, flottar einkunnir og náttúrulega engir smá gæðingar sem að bera börnin okkar. En hér ætlum við nú örugglega að fá að sjá hér heiðursring, það ekki? Það Íslandsmeistarinn, hún Viktoría Huld og Þinur frá Enni sem leiða hópinn. Og sigurvegari B úrslitana, vel gert Gabriela. Og Aron Einar 3, Bríana 4, Sigríður 5, Svala 7, Helgi Hrafn 7 og Svandís 8. Það held ég innilega til hamingju öll sömul. Og þegar þau yfirgefa völlin, þá vindum við okkur í næstu úrslit sem eru úrslit í unglingaflokki gæðinga.
Við erum að enda þetta á einhverju geggjaðri breiðfylkingu hjá þessum frábæru börnum okkar. Innilega til hamingju öll, þeir eru nú meiri snillingarnir. Þá ætlum við að fara í það að kalla inn næstu knappa. Við erum komin hérna í 10 mínútna senkun sem gerir bara ekkert til. Og við ætlum bara að njóta þess að vera hérna hjá Hestamannafélaginu Sörla í svo glæsilega umhverfi sem er hér hjá okkur, frábær aðstaða. Bjóðum fyrsta knappa að ríða í braut. Dómarar eru ekki klárir, allt klappað og klárt hjá þeim. Það er hún Greta Berglind Jakobsdóttir sem kemur fyrst inn. Hún sýnir okkur hann Hágang frá miðfelli 2, hann er 9 vetra jarpur, faðir er Hringur frá Gunnastöðum 1 og móðir er Brúður frá Syðra Skörðugili. Greta Berglind keppir fyrir hönd Skagfirðings og hún er merkt með rauðu. Þá er það Fríða Hildur Steinarsdóttir, sýnir okkur 5 frá Kýrholti 15 vetra brúnan, faðir er Trimbill frá Stóra Ási og móðir er Flink frá Kýrholti. Fríða Hildur keppir fyrir hönd Geysis og hún er merkt með gulu. Þá er það Hrefna Kristín Ómarsdóttir, sýnir okkur Háfleig frá Álfhólum 13 vetra brún stjörnáttan. Faðir er Þrumufleigur frá Álfhólum og móðir er Kolka frá Hákoti. Hrefna Kristín keppir fyrir hönd Borgfirðings og hún er merkt með grænu. Þá er það Sigurður Ingvarsson, hann sýnir okkur hann Liljar frá Varmalandin 10 vetra brúnan. Faðir er Kappi frá Kommu og móðir er Rá frá Naustanesi. Hann keppir fyrir hönd Fáks og hann er merktur með bláu. Þá er það hann Dagur Sigurðarsson, sýnir okkur Lér frá Stórahofi 8 vetra brúnan. Faðir er Apollo frá Haukholtum og móðir er Örk frá Stórahofi. Hann keppir fyrir hönd Geysis og er merktur með hvítu. Önnurinn er hún Eik Elvarsdóttir, sýnir okkur Val frá Stangalæk 1, hann er 7 vetra brún. Faðir er Kveikur frá Stangalæk 1 og móðir er Vordís frá Kjarnholtum 1. Hún keppir fyrir hönd Geysis og hún er merkt með svörtu. Efstinn í þessi úrslit er hún Ída Mekkin Hlinsdóttir, sýnir okkur Ísafold frá Kirkjubæ, 9 vetra rauð blesótta, faðir er Hákongur frá Narfastöðum og móðir er Lilja frá Kirkjubæ. Ída Mekkin keppir fyrir hönd Hortfirðings og hún er merkt með bleiku. Þessi úrslit eru riðin þannig að þau sýna hægt tölt upp á báðar hendur, brokk upp á báðar hendur, svo er greitt tölt upp á báðar hendur en það er gefin 2 mínútna hvíld á milli sem sagt greiða töltsins. Þannig að eftir að við snúa við og einhverja lestur líkur svona þá tökum við 2 mínútna hvíld. En hér eru þau öll velkomin í braut, þið sýnið hægt tölt, gjörið þið svo vel.
Og þetta glæsilegt upp á vinstri hönd. Þið skuluð hæja niður, snúa við og reynið endilega að laga aðeins spilin. Og ég glemdi að segja frá því áðan að Bláa lónið gefur öllum sigurvegurum gjafabréf sem náttúrulega bara vel gert. En það Lífland sem að býður okkur upp á þennan keppnisflokk. Maður sjá. Allir búnir að snúa við, glæsilegt, þið sýnið hægt hölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel. Glæsilegt upp á hægri hönd, nú hægið þið bara niður, þið snúið við og bara haldið ykkur á feti á menni lesa upp einkunnir fyrir hægt höld. Bilin eru svo frábær hjá ykkur þannig að þið haldið þeim bara góðum, þið eru meiri snillingarnir. En einkunnir hér fyrir Gretu og Hágang eru 8,50, 8,60, 8,30, 8,50 og 8,50, það gerir 8,48. Fyrir Fríði og Fim eru 8,50, 8,30, 8,30, 8,40 og 8,40, það gerir 8,38. Fyrir Hrefnu og Háfleig 8,40, 8,30, 8,40, 8,30 og 8,40 sem gera 8,36. Fyrir Sigurð og Liljar 8,50, 8,30, 8,50, 8,40 og 8,40, það gerir 8,42. Fyrir Dag og Lér 8,60, 8,50, 8,60, 8,60 og 8,60, það gerir 8,58. Fyrir Eik og Val 8,60, 8,60, 8,60, 8,50 og 8,50 sem gera 8,56. Og fyrir Ídu og Ísafold eru 8,30, 8,30, 8,50, 8,40 og 8,30, það gerir 8,36. Og þá megið sína brokk, gjörið svo vel.
Og þá megið þið hægja niður. Þið hægið niður og snúið við. Og við skulum aðeins dreifa úr okkur, krakkar. Og því það að sjálfsögðu ykkur í hag. Og þá ætlum ég að biðja ykkur öll að snúa við. Og sína brokk upp á hægri hönd, gjörið þið svo vel. Og þetta komið glæsilegt, þið megið hægja niður. Og þið snúið við og lagið bílinn, haldið ykkur áfram á feti á menn í lesu beinkunir fyrir brokk. Og þessi keppnisflokkur í boði Líflands. Hér eru komnar einkunnir fyrir Gretu og Hágang fyrir brokk. Það eru 8,50, 8,70, 8,50, 8,60 og 8,60. Það gerir 8,58 fyrir Fríði og 5. 8,60, 8,50, 8,50, 8,70 og 8,70. Það gerir 8,60 fyrir Hrefnu og Háfleig. Það eru 8,70, 8,60, 8,40. 8,70 og 8,80, það gerir 8,64. Fyrir Sigurð og Liljar, 8,80, 8,90, 8,80, 8,80 og 8,90 sem gerir 8,80. Fyrir Dag og Lér, 8,70, 8,60, 8,60, 8,90 og 8,80, það gerir 8,72. Fyrir Eik og Val, 8,40, 8,50, 8,40, 8,40 og 8,60 sem gera 8,46 og fyrir Ídumekkin og hana Ísafold 9,0, 9,20, 8,70, 9,20 og 9,0 og það gerir 9,02 og þá megið þið sína greitt tölt upp á vinstri hönd, gjörðu svo vel. Eða yfirferðagang eins og við segjum. Það má vera tölt eða brokk.
Og þetta glæsilegt upp á vinstri hönd. Og nú hægiði bara niður. Ég ætla að biðja ykkur að snúa við krakkar og nýta tíman í að laga bilin. Og núna tökum við 2 mínútna hvíld sem hefst núna. Já, mér sýnist hann Sigurður Ingvarsson vera að yfirgefa völlinn, staðfestir það, Tóti það ekki? Já, það hefur eitthvað sem að við höfum þurft að skoða betur, þannig að þú hinkra bara. Það eru 30 sekúndur eftir af hvíldinni. Ég ætla nú að leyfa dómaranum að rölta hér að bílnum sínum aftur. Og þá hvíldin búin, þið sýnið tölt eða brokk upp á hægri hönd, gjörið svo vel. Og þá þetta komið glæsilegt, þið megið hægja niður, var þetta ekki í lagi? Það held ég, vel gert krakkar, þið safnið ykkur saman fyrir framan dómarana, ég fæ hér einkunnir. Nú erum við að fara í fullt af einkunnalestri. Og þið safnið ykkur saman fyrir framan dómara meðan ég fæ tölur inn, þær eru að koma hér hægt og rólega. Nú, dagskráin hjá okkur, þegar að þessu lýkur, þá erum við að fara í matarhlé sem hefst klukkan eitthvað. Við erum aðeins í smá seinkun, þannig að við ætlum að reyna bara að vinna upp seinkunin okkar í matarhléinu, þannig að við stefnum á að byrja fjórgang VAF 1 unglinga A-úrslit klukkan 12:15, en við náum að gefa dómarunum okkar smá að borða hér áður. En
við stefnum á að halda dagskrá, en hér ég allavega að koma með einkunnir fyrir gangtegund, fyrir Gretu og hágang. Og það eru 8,60, 8,60, 8,60, 8,70 og 8,70, það gerir 8,64. Fyrir Fríði og 5 eru 8,70, 8,60, 8,60, 8,80 og 8,60, það gerir 8,66. Fyrir Hrefnu og Háfleik 8,70, 8,70, 8,70, 8,70 og 8,80, það gerir 8,72. Fyrir Dag og Lér eru 8,70, 8,70, 8,70, 8,80 og 8,90, það gerir 8,76. Fyrir Eik og Val 9,20, 9,20, 8,70, 9,20 og 8,80, það gerir 9,02. Og fyrir Ídu og Ísafold eru 8,90, 9,20, 8,80, 9,10 og 9,0 og það gerir 9,0. En þá erum við að bíða eftir einkunnir fyrir Ásetu. Og þær eru hér fyrir Gretu og Hágang eru 8,78, fyrir Fríði og 5 eru 8,74, fyrir Hrefnu Kristínu og Háfleik 8,76, fyrir Dag og Lér eru 8,86, fyrir Eik og Val 9,0 og fyrir Ídu og Ísafold eru 9,10. Og þá getum við farið í þetta hérna. Og það komið grænt ljós frá dómarunum að halda áfram og í verðlaunarafhendinguna eru þeir mættir formaður Sörla, Atli Már Ingólfsson, honum til aðstoðar er Ólafur Gunnarsson, gjaldkeri LH og hún Katla Sif Snorradóttir sem er framkvæmdastjóri þessa móts. Þetta lítur þá svona út að í 7. sæti með einkunnina 8,60 er Fríða Hildur Steinarsdóttir og 5 frá Kýrholti. Þær eru jafnar í 4. til 5. sæti báðar með einkunnina 8,62, Hrefna Kristín Ómarsdóttir og Háfleigur frá Álfhólum og Greta Berglind Jakobsdóttir og Hágangur frá Miðfelli 2. En Greta og Hágangur unnu hér B-úrslitin í gær. Og ég ætla að biðja ykkur stelpur að raða ykkur upp í þeirri röð sem að þið Þórir Örn, yfirdómari, hann ætlar að varpa hlutkesti fyrir ykkur. Þeir eru að sjálfsögðu með sömu einkunn, en mér sýnist Hrefna ætla að taka 7. sætið, passar það ekki? Jú, og Greta þá það 5. Og þá er það 3. sætið með einkunnina 8,73 er Dagur Sigurðarsson og Lér frá Stórahofi. Annað sætið með einkunnina 8,76 er Eik Elvarsdóttir og Valur frá Stangarlæk 1. Íslandsmeistarinn er Ída Mekkin Hrinsdóttir á 19 vetra meri Ísafold frá Kirkjubæ og þær koma út með einkunnina 8,87. Innilega til hamingju og það er Bláa lónið sem gefur sigurvegarónum gjafabréf. En núna tökum við svo matarhlé að þessum dagskrálið loknum og hefjum svo dagskrá aftur klukkan korter yfir 12 og það er fjórgangur unglinga A-úrslit.
Það held ég innilega til hamingju öll sömul. Þetta voru A-úrslit í úlingaflokki gæðinga, sigurvegarinn Ída Mekkin Hlynsdóttir og Ísafold frá Kirkjubæ. Annað sætið hún Eik Elvarsdóttir og Valur frá Stangalæk. Þriðji Dagur Sigurðarsson og Lér frá Stórahofi. Þær voru jafnar svo Greta Berglind og Hrefna Kristín, báðar í 4. og 5. sæti eða báðar í 4. sæti. Og svo í 7. sæti hún Fríða Hildur. Innilega til hamingju öll. Nú verður gert hlé til klukkan korter yfir 12 og við hefjum dagskrá þar á A-úrslitum í fjórgangi úlinga. Sóli Möller kveður hér núna, hún Elisabeth Sveinsdóttir tekur við hér eftir matarhlé og þá segi ég takk og bless.